Já, góðan daginn og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið. Við erum í dag að fara að fjalla alls konar hluti varðandi sóttvarnir og slíkt sem tengist COVID og ég er svo heppin að fengi hingað Guðrún Aspelund sem er yfirlæknir á sóttvarnasviði. Takk fyrir að koma, velkomin. Takk fyrir. Kannski fyrst þú segir mér bara svolítið sjálfan þig og... Já, ég er sem sagt yfirlæknir á sóttvarnasviði hjá embætti landlæknis og er nú búin að vera þar bara í 1 ár en það hefur mjög margt gerst á þessu ári. Ég var áður skurðlæknir, ég er skurðlæknir en skipti gír fyrir ári síðan og við erum nú eingöngu í þessu. Síðan í mars þá hefur sviðið algjörlega verið undirlagt og allir að vinna í rauninni að COVID-19 og aðgerðum þar að lútandi og þá er reynum náttúrulega að sinna öðrum verkefnum svona til hliðar eins og hægt er. Já. Finnst þér ég meina flestir held ég upplifi það að þetta gangi nú svona að einhverju leyti þó nokkuð vel hjá okkur en það hafa náttúrulega komið upp vissar gagnrýnisraddir varðandi til dæmis að voru ekki tilbúnar leiðbeiningar fyrir starfsmenn hjá NPA og svona ýmsar aðrir hlutir og erlendir aðilar væru ekki alveg að fá að vita af þessu á Íslandi. Hvað hafið þið gert til þess ég vona að þú hefur heyrt á þessu, ég er svona forvitin að því hvað þið hafið gert til að slétta úr þessum ójöfnum? Já, þetta var náttúrulega fór mjög skarpt af stað faraldurinn og þetta kom öllum á óvart og þó að það væru margir hlutir sem voru til staðar sem betur fer eins og viðbragðsáætlanir og slíkt þá voru við alls ekki við öllu undirbúin og ég held að það verið tvennt bara með það var bæði það að maður gátum kannski ekki hugsa fyrir öllu sem þurfti að gera og hvernig þurfti að forgangsraða og svo bara að vera fáliðið það náttúrulega eins og það bara á mörgum stöðum að það var bara takmarkað mannafli. Það sem við höfum gert síðan og held að hafi verið til bóta að við höfum mjög bara gegnum þetta ferli aukið samstarfi við ýmsa hópa samtök þannig að hafa þau miklu meira með frá byrjun og jafnvel að þau eigi ákveðna hluti þá meina ég að þau til dæmis hafi alveg sett jafnmikla vinnu og frumkvæði að skrifa einhverjar hluti að leiðbeiningar og komið að borðinu til jafs og okkur hvernig hlutin ætti að vera og síðan hefur við vistað þessar hluti jafnvel hjá þeim og við þá verandi meira kannski ráðgjafandi á endan. Og við erum með að fundi þá kannski reglulega með bara jafnvel fjölda manns þar sem að fólk getur komið og spurt spurninga og við þurfum hvað nýtt og hvað hefur breyst og það hefur verið held ég mjög hjálplegt en það byrjaði til dæmis ekki bara fyrir núna hvað ég segja mánuði síðan eitthvað svoleið sko. Það vorum ekki komið það í gang hann í voru eða sumar sko. Já, svona rétt fyrir næstu seinni bylgjuna sem að við erum líklega í miðjunni á núna það ekki? Já, einmitt. Ég nefnilega ástæðan fyrir því að ég fór nú að pæla í því að eiga viðtal við einhvern frá okkur var einfaldlega svo að ég fékk svona moment þar sem að ég var allt í einu þurfti að bíða eftir niðurstöðum og hvort ég væri með COVID og það sem gerðist var það að ég fór að reyna að lesa mig til að því að við vorum með einstakling sem að hefði þurft að vera þeir eru einangrun, þeir sem eru snertingu sóttkví, þeir sem eru að bíða eftir niðurstöðum, ekki? Þeir sem bíða eftir niðurstöðum vegna einkenna bíða að fylgja leiðbeiningum einangrun, já. Já, ok, það er akkurat öfugt. Og ég var þarna fárveik með geðveikan hita eitthvað að reyna að finna út úr þessum leiðbeiningum. Og ég fann bara annars vegar svona stórt blað með þykkum texta sem að maður þarf að skilja og hins vegar bara svona
já, þú ert á stofnun og þess vegna eru allir að gera þessa hluti fyrir þig. Þannig að einfaldi parturinn var sko ekkert í raun og veru framkvæmd, heldur bara hlustaði á fólk sem er í kringum þig. Og ég fór að hugsa svolítið þetta út frá þessu að reyna, hvernig maður er að reyna þetta á einhverjum tíma þar sem maður er algjörlega óhæfur til þess að ég gæti nú verið líklega ekki ein það. Svo hef ég nú í gegnum tíðina núna, í gegnum sumari verið að reyna að skoða þessi grímumál og maður veit bara í raun og veru ekki eitt eða neitt og mér langaði svolítið til að ég er með svona safn af grímum og mér langaði til að ræða við þér hvort þú vitir hvað er sniðugt og hvað er ekki af þeim sem að ég pantaði svona nokkur af Amazon á sínum tíma. Já, skal reyna. Sko, fyrst þá, ég finna hana nú ekki, fyrst þá keypti ég mér þessa grímu og hún er þannig gerð, hún er ætluð fyrir hjólreiðamenn reyndar upprunalega og hún er þannig gerð að hún er með svona filter þannig að maður andar út hann. Okay. Og einhver sagði mér það þýddi að hann væri ekki gagnlegur af því að maður væri í raun og veru ekki að sóttverja þá sem var í kringum sig, maður væri bara að verja sjálfan sig. Já, ég meina, sko ef það náttúrulega loftið fer inn og út, að þá er náttúrulega aðeins meiri hætta á ef að þú hóstar eða talar hátt og ert með grímuna að dropar frá þér kæmust út grímuna. Já, sko því að hún er mjög vel gerð fyrir inndótið en svo bara svona lítill filter, svona sem að er í þessu sem að maður skrúa sikkur megin inn í filterinn sem að er í grímunni. Já. Og ég var svolítið að hugsa þetta því að þetta er þægilegasta gríman að því leyti að það er auðvelt að anda í gegnum hana. Hvort að maður væri í raun og veru, þetta væri svona eigingirnisgríma, hún virkaði rosa vel fyrir þig en svo gætur þú verið að senda hana út. Sko málið er með margar grímur sem eru svona bæði úr efni, margnótagrímur og það sem kallar skurðstofugrímur sem eru svona í daglegri notkun, eins og maður segja, að þær eru ekki fullkomið vörn fyrir fólk yfir höfuð. Veiran er svo lítil að það þarf að vera mjög sérstök gríma til að vera algjör vörn að veiran komist ekki að vitunum. Já. Og þess vegna það sem þú kannski séð þessar, hvað þú kallar veiruheldur grímur sem hafa svona nöfn eins og FFP2 og 3 og N95 grímur. Já, N95 sko. Því þær eru úr þannig efni sem veiran fer ekki í gegn. Já. Og þú setur það alveg yfir munn og nef og niður fyrir höku að þá ert þú vel varin. Já. Þú verður náttúrulega líka það sem ég fengu þig. Já, þetta er einmitt merkt hvað svo FP eitthvað og stundum N95 það ekki? Já, nákvæmlega. Já. Hinar grímurnar eru meira hugsaðar sko að þú ert að verja aðra, að þannig að þegar þú ert einmitt að tala eða hósta þá að þú dreifir ekki vessum og dropum, því þannig smitast náttúrulega mest. En þær eru í rauninni ekki alveg veiruheldar, þær grímur. Nei. Það eru samt taldar hjálpa, þannig að það minnka líkurnar á að það getur minnka líkurnar á smiti. Já, það er náttúrulega allt er eitthvað. Ég horfði einmitt á mjög fallega dæmisögu þetta sem sagt, hvernig myndband daginn það hvernig fólk heldur að það minnki smit helming þessar grímur. En í raun og veru ef báðir eru með grímur þá minnkar það helming og svo helming. Og jáfnvel þótt að sé bara nokkur með grímur þá eru þeir búin að verja fleiri í hópnum heldur en maður heldur. Þannig að þetta er bara margföldunar áhrif ef að maður skilur það rétt. Já, það getur örugglega verið það sko. Og þetta er náttúrulega aðalega hugsað það sem er nánd. Við teljum ennþá að það sé betra að reyna að halda fjalla vegna þess að grímurnar eru ekki öruggari en þær eru. En það sem ég ætla að segja líka með þessar grímur sem þú ert með að það er eitt samt gott eða kannski hafa svona filter er að gríma verður þá ekki eins blaut. Já, það er einmitt það. Hún blotnar ekki innan frá og ég las það einmitt líka að leið hún blaut þá er hún hætt að virka sem að maður ætti að skipta grímu þegar þær væri orðnar blautar.
Einmitt, og fólk svolítið ekki stundum gleymir því, það með grímuna og það að anda og auðvitað bara og tala og svona og þá gríman orðin rök en þá ætti náttúrulega skiptum því þá hún ekki eins góð lengur. Ég nefnilega í áhættuhóp þannig að ég alltaf með mitt 3, eina fyrir mig, eina til að skipta og síðan eina ef ég hitt einhvern sem vantar grím. En já, það var eitthvað sem að mér fannst einmitt mjög gott að vita. Síðan ég með fleiri grímur. Fyrsta gríman sem ég fekk var frá vinkonu minni, hún saumaði þessa hér handa mér. Já. Hún úr bómullarefni og fínu bómullarefni. Ég held hún sé 2-föld frekar en 3-föld. Já. Og mjög þægileg, hún blotnar mjög hægt og allt það. Það svolítið fyndið, hún kannski ekki fallegasta gríman sem ég á, en hún svona þægilegust til langtíma stundum. Já. Það ekki eitthvað viðmið, 3 laga? Jú, það mælt með því að það þá eitt lag sem alveg inn sem tekur svona það sem þú andar í rauninni frá þig mest og hafa svo þetta millilag. Já. Og svo ytra lagi sem þá rauninni vonandi helst svona þurrt. Já. Þannig það svona best ef þið eru 3 lög og svona venjulega þessar skurðstofugrímur, þær eru það til dæmis. Já. Þessar bláu sem að fólk að kaupa í apótekum. Síðan ég nefnilega einmitt varðandi filtera fann nokkrar grímur sem eru einmitt svona svipaðar eins og þessar. Ég bara finn ekki, ég átti nú að eiga eina hérna. Af því ég var að testa hvað það væri sem væri þægilegast fyrir mig svona til langt tíma að vera með ef ég þyrfti að hafa eitthvað. Já. Að þar var að það þessar grímur sem eru með vasa fyrir svona filtera. Okay. Sem stendur á PM 2,5 og þeir eru oft að tala þeir séu held í 5 laga, þeir eru með carbon activated eitthvað, layer og eitthvað. Það eitthvað sem að þér finnst vera við eða mikilvægt eða rétt eitthvað sem þarf í þessu dæmi? Ég verður bara að ég þekki þetta ekki. Nei. Og því fleiri lög náttúrulega bara því betra en þetta nákvæmlega þekki ég ekki. Ég veit að Neytendastofa hefur gert einhver úttekt líka á grímum. Já. Og svo Ása Atladóttir hjá okkur er svona okkar sérfræðingur. Já. Í þeim Akkurat. En ef þú sendir mér eitthvað þetta eða okkur þá getur við svarað því. En ég þekki þetta til dæmis ekki. Nei, ég skal algjörlega segja þér eitthvað senda þér eitthvað þetta. Já. Svo kom það snemma fram í umræðunni að buffin, fólk var að fara að nota buff og trefla. Já. Og að buffin væru ekki nógu þykk eða gagnleg. Það ekki rétt hjá mér? Jú, það eftir því sem við best vitum að ég hef séð. Ég meina það náttúrulega ekki verið kannski eitthvað rannsaka mikið en ég sá samt einhverja greinu það. Það voru skoðið svona, það sem ég kalla buff, þessi kragar svona þunnu. Já. Og þeir virtust ekki vera mjög gagnlegir í að dreifa smiti. Sennilega bara of þunnir, of mikið opið, kannski fyrir ofan og neðan. Já, þú ert að tala hana litlu forrannsóknina sem þið gerðu þarna. Já, það getur verið. Það var nefnilega gerð forrannsókn sem fyrir nokkrum mánuðum sem var aðalega ætluð til þess að skapa hvernig var hægt að testa grímur. Og samkvæmt því sem ég hef allavega lesið að þá talað að það hafi ekki alveg verið kannski hægt að lesa rétt úr niðurstöðunum en það var samt sem aður augljóst að þessar grímur voru ekki alveg að standa sér eins og þær áttu að gera. Nei, ég held að það sé ekki hægt að mæla með svona buffið til einhverja vörn, Nei, nákvæmlega. Ég aftur á móti fann á netinu líka, þá fann ég svona buff sem eru hérna og byrja hvað þetta nú, starra á þetta að vera, hinum einurlega. Og þau eru sem sagt hönnuð með vasa fyrir filter. Já, ok. Svona filter eins og ég var að pæla í áðan. Og eru þá eins og maður segir án þess að við vitum meira
Hérna eru þá orðnar þá eins og þessar grímur sem fólk er að setja fyrir framan andlitið á sér hérna já, til að gera sína hluti sko. Hérna og við vitum eins og, já þú sagði það einmitt að þú ert ekki alveg viss með hvernig þessar grímur, hvernig þessi filterar virka. En ég og skiljanlega ekki allt til í þeim málum. En þannig að maður raun og veru veit það ekki hvort að þessar grímur eru þá eins gagnlegar eins og maður heldur sko. Ég sko marta þessu bara, ég meina það er náttúrulega, ef að bómullega gríma sem þú sveimar heima á 2-3 lögum gerir eitthvað, þá myndir náttúrulega einhver svona filter ekki vera verri og geti jafnvel verið, það held ég alveg. Það er náttúrulega líka þann spurning sko, þetta sé þétt á andlitinu og ekki laust og hvernig þetta er sett upp og tekið niður og fólk passi sig á alls konar svoleiðis hlutum líka. Já. Hvernig það notar þetta, þá er svo einmitt, hvernig maður koma við þar og svoleiðis. Það er einhverja pælingar það líka. Hérna er ég með til dæmis svona einslags sem að ég hef litið á sem þýstir líklega að vera eitthvað meira, þetta er bara svona þunnt efni. En þegar maður setur þar á sig þá er maður reyna að halda bara í böndin þegar maður tekur af og setur af og á. En ef maður ætlar að taka sér bita af einhverju sem maður þarf að borða, hvernig... það er alltaf ekki mælt með því. En kemur fyrir að maður í svona umhverfi. Já, sko ef þú ert með margnóta grímu og ætlar að taka hana af og setja, þá varst að þvo hendurnar, að hreinsa hendurnar eftir það. Já. Og ættir að gera líka áður en að setja þær upp, því að þú skildir snerta andlitið, því þú sýnir þegar fólk að laga grímuna, eitthvað svona. Já. Þannig að við mælum með því að handhreinsun, annarkvort þvotti eða spritti fyrir og eftir og setur grímuna upp og tekur hana niður. Já. Og náttúrulega helst ekki að handfjalla grímuna hér, þar sem þú ert að anda. Já, nálagast öndunarveginum. Já. Akkurat. Já, það er náttúrulega líka það sko, því að ég er náttúrulega, það er svolítið fyndið sko, að út af því að ég er í áhættuhóp, þá fer ég sjaldnar út, sem gerir það verkum að því að ég fer út. Þá er ég klaufalegri en allir aðrir með grímurnar af því ég er að reyna að rifja upp hvað ég átt að gera. En ég fann smá, þessir filterar þessir PM2,5, þeir eru sem sagt úr 1, 2, 3, 4, 5 lögum. Neðst er non-woven fabric, síðan kemur nano microfiltration network, og nano activated carbon cloth og nano microfiber cloth og svo aftur non-woven fabric yfir það. Gefur það þér einhverjar meiri upplýsingar? Nei, ég bara myndi vilja kynna mér það eins og að ég þekki þess ekki. Nei, ég ætla endilega að senda þér þetta bara svona því að ég er mjög forvitið líka, sko, þetta er eitt af þessu sem að maður er svona, já ég skal segja, það eru alls konar hlutir og maður er svona, ég veit líka að hú hefur líka verið á sínum tíma að þeir eru líka svolítið svona, já við vitum ekki alveg heldur. Þannig að... Svo er ákveðin staðlar til náttúrulega í Evrópu, það er ákveðin merki, þetta sé merki Evrópu staðal sem að kannski veitir mann einhverja svona hugmynd hvað er í gangi. Hvað stendur þá eitthvað CE eða eitthvað svoleiðis? Já. Og það standist þá þessar kröfur? Já, þá er þetta allan búin að fara í gegnum eitthvað ferli í Evrópu og það er svona það sem við erum miðað við. Já, akkurat. Svo býtum við, voru það ekki fyrir fleiri. Svo fór ég á apótek og ég keypti þessi í apóteki. Mér sýnist hún sé 2 eða 3 legir, mjög þægileg. Já, einmitt. Og einmitt góð held ég til að hoppa inn í og út úr búð, ekki satt. Og ég er svona aðeins að sjá hvort ég sé með eitthvað fleira til að sína, en svo svo var ein sem var að búa til, sem hefur verið að búa til grímur út hún saumar það sjálf, úr svona mismunandi efnum. En það verið að selja í alls konar búðum niður í bæ, hef ég séð, svona kannski eitthvað sem að lúkka svolítið svona eins og tískuvörur,
Hafið þið eitthvað gert úttekt eða skoðað hvað verið að bjóða fólki? Nei, sko það ekki á okkar könnu en Neytendastofa hefur gert það. Já, ok, Neytendastofa skoða það. Já. Þannig að þeir eru þeir sem myndu geta svarað því. Já, einmitt. Akkurat. Svo var ég að spá í einu viðbót sem ég var spurð um. Það var hérna með, sem sagt, það er alltaf verið að tala um handþvott og að hún sé sko líphíðin utan á, eða húðin utan á leysist upp í sápu, ekki satt? Já. Og svo er líka verið að tala um sprittið, en sem sagt, eru báðar aðferðir jafngildar í að það geta alveg verið það handþvottur ekkert síðri og þá miðað við að nota sápu og vatn og það sem gerist einmitt það er ákveðnir veiru það sundrarinn í veirunni nota sápu og vatn saman og ef þú gerir það og nota sápuna og síðan skólast þetta burstu með vatninu þá er það mjög góð hreinsun. Það er þá miðað við að þvoið einhver tíma almenna þetta hérna myndbandi áttu maður ekki syngið út lag eða eitthvað? Jó, var ekki afmæli í dag eitthvað svoleiðis? Já. Og bara alla fleti, báða fleti handana og milli fingrana og svoleiðis. Og helst ekki vera með þá skartgripi á meðan þetta þvoðir. Já, það getur sitt upp til þeim, já. Já, og það er sama áeiginlega með spritti. Spritt getur verið mjög gott ef það er sko fór í eitthvað ískra? Nei, ég ætla að segja hérna með spritti, það er svona þá að það sé allan 70% spritt og að það sama, að nota nóg og þekja alla flöti á milli fingrana og svoleiðis og það er gott. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi í þessari tengingu hjá okkur. Veitu það? Þarna ertu komin aftur, já. Að ná öllum flötum og alveg upp á úlið og svo framvegis. Já. Hérna, ég hef verið þegar ég er að fara inn í hús og eitthvað svona, þá nota ég efnið eða eitthvað til að ýta á takkana og sumir nota hnúana til að passa, til að þvoða á eða eitthvað. Og hérna, þannig að það er kannski eitthvað, svo sé ég hérna, nú fór ég að kíkta aðeins inn á Amazon, það er verið að bjóða upp á sett af það sem er prjónaður hattur með trefli og svona prjónaðri grímu sem fylgir. Hvað finnst manni prjónaðar og heklaðar grímur? Ég held að það er, sko, það þyrfti þá að vera eitthvað inn í þeim svona eins og þetta sem þú veist að lýsa, annarkvort einhver svona þétt vafið efni eða einhver sérstaklega tilbúin þá svona síja, leita eftir þessum CE-merki frá Evrópu. Já, leita eftir CE-merki. Já, þá getur þetta verið hlýtt og kannski einhver vörn í því, sko, en ég held eitt og sér svona gisið efni eins og prjónað og heklað, þannig ég ekki líta það sem vörn, sko. Nei, það komið svolítið óvart einmitt þegar það kom upp sem valmöguleiki því ég hugsaði nú með mér að einmitt sko ef það er eitthvað sem ekki er hægt að anda í gegnum þá er það einmitt akkurat það sko. Já, ég sammála því. Hérna almennt bara svona out and about við vitum þetta öll við að reyna að vera metra frá fólki. Hver er munurinn á þessum 1 metra og 2 metra? Af hverju breyttist það? Já, sko lönd hafa nú verið með þetta mismunandi. Sum hafa verið með 1 metr, sum 1,5, aðrir 2 og 2. Þau lönd sem nota fet hafa þá verið þessi annarkvort 3 fet eða 6 fet. Já, einmitt. Og sem er þá meira svo 1 og 2 metrar. Sko, því meiri fjarlægð, því öruggari er maður. Já. Því að þetta er aðalega dropasmit og ef að ég tala hátt eða nærri að hósta þá fara droparnir frá mér og dreifast og lenda þeir eftir einhverja vegalengd yfirleitt. Og það er svona flestir droparnir farnir niður eftir svona 1 metr eða milli 1 og 2 metra. Já.
Þessum þetta viðmið og það miðast við stærð veirunar því að veirur eru mismunandi stærðum og sumar sem eru smærri agnir það svífa meira í loftinu. Já. Það reyndar að koma í ljós með þessa veiru sem var ekki vitað fyrst að hún getur kannski gert hafi ákveðnar kringumstæður, sérstaklega í litlum rýmum þar sem léleg loftflæði. Já, að fljóta svona. Að svífa svona já, að svífa meira, hanga svona meira í loftinu en detta ekki niður, sko. Þess vegna hefur undanfæri verið aðeins að reyna að koma því út að opna glugga eða hurðir og bæta loftræstingu og huga því. Já. Samt sem að reyna að hittali aðal leiðin, sko. En þannig að þetta er rauninni bara áhættu mat. Það öruggara að vera í 2 metra. Já. En það ekki talin of mikil áhætta af 1 metr. Já. Ef þú ert að minnstakosti 1 metr, þá eru allar líkur á að lítið af veiruefni myndi komast til þín. Já. Og það var ákveðið að fara niður í 1 metr þar sem að það var talin ásættanlega áhætta miðað við þann ávinning sem fengist af því og það var sérstaklega þá hugað því nú í byrjun eða í haust að geta komið skólastarfi í gang. Og svo hefur þetta mikið með náttúrulega samkomur líka að gera eins og listalíf og kannski vinnustæði. Að það rosalega erfitt að halda 2 metrum með einhverjum fjölda fólks því þá þarf alltaf meira og meira pláss. Já. Svo það var ákveðið að þetta væri í lagi að gera þetta, að fara niður í 1 metr og þá var það bara gert almennt til að hafa það ekki á flókið. Já. En það er skynsamlegt að maður getur verið 2 metra frá öðrum og fólk sem eins og þú og ég áhættu hópum, það er náttúrulega að vita það að það er náttúrulega betra að vera 2 metra heldur en 1 metr. Nákvæmlega. Hafið þið, nú þessi bylgja í gangi sem að líklega bara það sem að var búist við það ekki, þessi seinni bylgja af COVID. Haldið þið að breytingar einmitt á þessum 1 metra eða þú veist að skólarnir eða leikskólar eða eitthvað svoleiðis, haldið þið að það hafi haft einhver áhrif á það? Sko, ég veit náttúrulega ekki alveg, en það er svona yfirleitt eftir að eitthvað er gert að þá svona 2 vikum seinna kannski sjást áhrifin. Og þetta kom náttúrulega í gang núna, það hefur ekki verið mikið smitt í skólum sem betur fer. Sérstaklega ekki í leik- og grunnskólum, það hefur verið mjög fá. Já. Það er svolítið smitt hjá kennurum í skólunum. Já. En ekki hjá börnunum og við höfum í rauninni ekki dæmi þetta svona í seinni bylgju að einhver börn hafi smitað fullorðna kennara. Já. Nema í framhaldsskólum að þar hafa verið smitt bæði milli nemenda og kennara. Já, þannig að það eru eldri aðilar sem líklegri til þess að smita unglingar og svo. Einmitt. En hvort að 1 metrinn hafði áhrif, ég held að það sem hafði haft áhrif er að fólk var í rauninni var hægt að virða 2 metrana. Já, þetta var orðið svolítið svona, fólk var, það er svo auðvelt að gleyma þessu og ég skil það ósköp vel það maður orðin týstur á félagsskap og annað, og sérstaklega glas númer 1 og 2 og 3, þau hjálpa nú ekki til ef maður ákveður að fá sér í glas. Já, og það sem var náttúrulega gert þarna mildtíðinni líka, sko, að 2 metra reglan var svona valkvæð í sumar, þegar það var náttúrulega voru engin smitefni, svo það var svo sem allt í lagi. En þá náttúrulega auðvitað breyttist hegðunin. Það var ekki lengur skylda að vera 2 metra, þannig að fólk fór að haga sér svona eftir því og síðan var þetta sett aftur á og það er svolítið erfitt, maður sér það þegar verið að fara svolítið fram og tilbaka eða breyta reglunum að það er ákveðin tregða og erfitt fyrir fólk að fylgjast með eða alltaf breyta hegðunin alveg neitt og mér finnst það bara alveg skiljanlegt. Já. Þannig já, ég meina þetta hefur haft einhver áhrif. Já. Þetta er flókin nýr heimur sem við erum að kynnast þarna, sko. Þetta er bara alveg eins og það er, sko. Ef þessi veira heldur áfram að vera til staðar og ekki takt segjum að það finnist ekki nein leið til að vinna með hana, erum við að horfa á framtíð þar sem að grímunotkun verður bara normið eins og í Asíu og svoleiðis oft? Já, þetta er stór spurning. Það vonandi finnst nú betri meðferð en það komið lyf sem að hjálpar allan inn á spítala, en það er rétt, það er ekki nein svona, ekki lyf sem að maður getur tekið bara
ef maður finnur fyrir einkennum eða maður bara betri. Það ekkert svoleiðis náttúrulega og það hefur mikið verið rætt bóluefni en það þýðir held ég ekki ennþá að vera miða við það því að það tekur tíma að framlega svoleiðis og það mun taka tíma að dreifa því og þá gefa því til milljónir manna, þannig að það ekki einfalt. Og svo þetta bóluefni líka, það ekki eins og með flensuna, hún stökkbreytist þessi vírus og það kannski... Já, það spurning hvort hún gerir það eins mikið og það þessar stökkbreytingar sem við höfum verið að tala hérna heima eru mjög smávægilegar sem myndi ekki endilega hafa áhrif á það, sko. Samt sem áður, það ekki búið að prófa bóluefnið á hinum ýmsu hópum. Það þarf að vita hvernig það virkar fyrir aldraða, fyrir börn, fyrir fólk með ákveðna áhættuþætti, fyrir áður en eftir að gera eitt eða neitt, sko. Nákvæmlega. Það svolítið langt í land held ég með það en hvort vonandi samt einhver tíman mun þetta svona lægja og það hafa nú verið svona faraldrar áður sem hafa gengið niður. Já. Á bara tímanum líka og það bara eftir hvernig veiran hegðar sér. Hún gæti breyst þannig að það myndi gerast, svo það ekkert útilokað að þetta gangi yfir, en það gæti alveg auðveldlega tekið einhver tíma og sem að tala kannski 2 ár, að þetta verði eitthvað svona ástand, einhvern veginn svona koma og fara og bylgjur, hvort það eru minni eða hvernig það verður. Og við verðum þá allavega á meðan að lifa með því, sko. Já. Ég sá vonandi ekki til... Já, til frambúðar. Ég sá frétt á Vísi daginn að þetta væri að það væri að aukast að þetta sæist í áhættuhópum. Þetta væri að koma nær áhættuhópum. Ég held ég veit ekki hvað tilmæli það voru að ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta vísa til, en við höfum ekki neina tölur það. Það ekki mjög margir lagst inn á spítala núna. Það voða lítill fjöldi til að segja eitthvað Já. En klárlega það fólki sem við mest ágjur af og þær innlegnir sem voru hér í fyrri bylgju að þar var fólki á áhættuhópum. Það voru bæði aldraðir og fólk með undirliggjandi sjúkdóma sem tengjast í að verða alvarlegri veikur ef þú færð COVID. Það lögðust þá inn, sko. Já, ég hef mynd oft sagt við fólk sem segir að það sé ekki í áhættuhóp að hvort að það vilji komast að því að það sé kannski með eitthvað undirliggjandi þegar það smitast, að því að kannski eitthvað undirliggjandi sem þú veist ekki af. Jú. En eitthvað, ég að spá hvort ég hafi nokkuð glemt að fara yfir eitt eða neitt af því sem að mér var hent svolítið við hentum hérna í pínu sem ég átti að spyrja af því að ég náttúrulega með ADHD og man ekki allt í neinu. En já, kannski ég byrði bara svona einhvers konar lokar orð sem að summi saman svona það sem mikilvægt Já, ég held að mér finnst bara mikilvægt að fólk gefi ekki upp von og trúi því að við komumst í gegnum þetta. Og það mun gerast, þetta óljóst með tíman eins og þú segir, en að meðan erum við að læra og það mun hjálpa. Já. Síðan mjög mikilvægt að meðan á þessu stendur að einstaklingarnir hugsi sóttvarnir. Já. Ef við öll gerum það, þá komum við mjög miklu til leiðar. Já. Og ég held á endanum að það hefur kannski meira að segja en alls konar reglur og boð og bönn. Ef við bara sinnum því að sýna tillitssemi við náungann og halda fjarlægð og hreinlæti og svona grunnsóttvörnum og grímunotkun eins og þú varst að tala þar sem það á við. Já, nákvæmlega. Já, hvað sagði, við hlýðum víði, við erum almannavarnir, við erum öll almannavarnir. Já, ég þakka fyrir það að vera á landi þar sem að það verið að reyna að vinna eftir því en ekki óvissu eins og mörgum öðrum stöðum. Og bara takk kærlega fyrir að koma í viðtal hjá okkur og svara svona stuttum spurningum. Ég ætla að senda þér pínu af þessum hlettum á þetta sem ég spurði þig og splæsi því þá kannski í komment undir þegar við byrstum þetta í næstu viku þetta viðtal. Já, alveg sjálfsagt. Já, það einhverja aðra spurningar líka, senda það með, það allt til fína. Allt í góðu.
Við þökkum það bara fyrir í dag og þið vitið af okkur á Facebookinu, við erum Öryrkjaráðið og það má alltaf senda inn spurningar og ábendingar og ef ykkur langar til að ræða eitthvað í hlutunum þá bara endilega senda okkur línu. Takk fyrir í dag.